Ok, það við ætla að tala aðeins Heaviside-fallið og Laplace. Byrjum á að rifja upp hvernig við skilgreinum Heaviside-fallið. Heaviside-fallið eitthvað fall yfirleitt táknað með h af t, sem 1 ef t stærra í aftur 0 og 0 ef t minni en 0. Þannig að þetta fall sem lítur svona út. Teiknum það. Þá þetta fall alltaf 0, það liggur hérna eftir x-ásnum og svo akkurat í 0 þá stekkur það upp og verður 1. Ok, þetta myndi Heaviside-fallinu. Þetta það sem sum ykkur þekki sem unit step function. Það engin munur þar á. Ok, þannig að þetta fall sem alltaf 0 nema stekkur upp í 1 á í einhverju stekki hérna. Segjum nú að við viljum ekki að fallið breytum gildi akkurat í 1, heldur í einhverju öðru gildi. Þá getum við pröfað að skilgreina Heaviside-fallið af t mínus a. Og við skulum sjá hvað gerst við þetta hérna fallið ef maður bara gerir breytiskipti í t mínus a. Það fær maður 1 ef t mínus a stærra í aftur 0 og fær 0 ef t mínus a minni en 0. Ok, t mínus a stærra 0 það þetta jafngildi að t sé stærra í aftur a og t mínus a minni en 0 jafngildi að t sé minni en a. Þannig að sjá, ef ég teikna þetta fall, þá ég með að teikna það hérna við liðina á. Hér var ég svolítið að mynda Heaviside-fallinu af t bara. Nú erum við Heaviside-fallinu af t mínus a og við skulum merkja inn á a sé einhver tala stærri en 0 hérna, sem til dæmis hér. Þá stendur hérna, fallið 1 ef t stærra eftir a en 0 ef t minni a. Sem sagt, ef ég hérna fyrir neðan a eða með gildi sem minni en a, þá með 0 og svo ég ekki með 0 gildi hérna akkurat í a, þar stekki upp í akkurat 1. Hérna var ég að segja 1 var hér. Sjáðu, ef t stærra eftir a, þá ég akkurat með fallgildið 1 hérna. Ok, þannig að pröfum að sjá nokkur dæmi svona föll. Hvernig við getum notað okkur Heaviside-falli til að tákna allskyns föll. Fyrsta dæmi sem ég ætla að taka. Þá ég með fallið f af t sem 12 ef t stærra í aftur 5 en það 0 ef t minni en 5. Ok, hér get ég nota Heaviside-fallið til að tákna þetta fall. Ef ég skrifa núna upp Heaviside-fallið af t mínus 5, þá veit ég að þetta fallið sem 0 fyrir neðan 5. Það 0 alveg upp í 5 og þar verður það akkurat 1. Sjáðu, ef ég myndi margfalda þetta fall hérna sem ég teiknaði myndina núna með 12, þá ég alltaf að segja 0 sinnum 12 hérna fyrir neðan 5, en fyrir ofan 5 ég að segja 1 sinnum 12. Þannig að ég segi bara einfallega 12 sinnum Heaviside-fallið af t mínus 5, þá ég komið þetta fall f af t. Ok, pröfum að taka annað dæmi. Og aftur ætlum við að sjá hvernig við getum nota Heaviside-fallið til að tákna svona tvískipt fall. Ef ég væri nú með nýtt fall f af t sem væri sinus af t ef t stærra í aftur 12 en 0 annars, sem sagt ef t minni en 12. Þá aftur sjá ég með eitthvað skipti í 12 með eitthvað gildi hérna fyrir gildi stærra en 12 en 0 ef t minni en 12. Þannig að ef ég bý fyrst til fallið við Heaviside-fallið af t minus 12, þá veit ég að þetta fallir alltaf 0 fyrir neðan 12. Þannig alveg sem hvað ég margfalda hérna á, þá fæ alltaf 0 fyrir neðan 12, fyrir þess að t minni en 12, en einu sinni eitthvað ef að t stærri en 12. Þannig að ef ég margfalda hérna sinus af t við Heaviside-fallið, þá ég komið með akkurat fallið sem var gefið hérna fyrir ofan. Þetta 0 sinnum sinus af t þegar t minni 0, það hérna neðra tilfellið, og þetta einu sinni sinus af t þegar hérna fyrir ofan t. Ok. Segjum nú, ég vil ekki, þetta hafa merki sem svona þannig að ég kveiki á því eftir einhvern ákveðin punkt.
heldur vil ég láta slökkva það aftur, þá get ég skilgreint það sem að heitir púls. Við tökum dæmi viðbót. Svo ég ætla að hafa fall. Ég vil fá fall sem að lítur einhvern veginn svona út, teiknum fyrst nýtakerfið hérna. Svo vil ég fá fall sem að kveikt á einhverjum punkti A, þá verður það til dæmis 1 og slökkt á aftur í punktinum B. Það verður aftur 0. Þannig að í staðan fyrir að kveikt á því bara endalaust eftir eitthvað gildi eins og var með hefðsættfalli áðan, þá er kveikt á því eitthvað tíma og svo 0. Ég segi kveikt á það þegar ég meina að fallið sé ekki 0. Þetta fall getur búið til með að skrifa hefðsættfallið af t-a mínus hefðsættfallið af t-b. Og við skulum sjá hvernig þetta virkar. Ef ég teikna núna upp þessi tvöföll, hefðsættfallið af t-a mínus hefðsættfallið af t-b. Þetta var semst að vera f af t og þetta hérna að vera mynd af f af t. Hérna, öll bláa línan hérna. Ok, pröfum að teikna hefðsættfallið af t-a. Það er svona, a er hér. Það er 0 fyrir neðan a. Svo hérna í punktinum er opin kúla því að gildi tekir ekki gildi þarna, en það tekur ofta gildi 1 akkurat í a. Og þá er það 1. Ok, teiknum þá hefðsættfallið af t-b. Þá er a hér, en b var stærri tala. Þannig að því ég teikna þetta fæ ég hérna hefðsættfallið er 0 fyrir neðan b, en akkurat í b verður það 1 og heldur svo áfram að vera 1 þar eftir. Þannig að ég er að teikna á seinni myndinni hefðsættfallið af t-b og fyrir myndinni hefðsættfallið af t-a. Nú segi ég að myndin hérna uppi sé hefðsættfallið af t-a mínus hefðsættfallið af t-b. Ef við skoðum þetta myndrænt, þá þegar t er minni en a, þá er ég að skoða þennan hér hluta af ásnum. Þá er ég með 0 hérna, þetta tekur gildi 0, þannig að ég er með 0 og svo mínus þar sem ég er með að skoða þetta hérna gildi, dreif frá h að t minus b, mínus 0, þannig að ég er samsveg með 0. Ok, svo tökum við t á milli a og b. Þannig að t er stærra eftir a og minna en b. Okay, þá er ég að skoða þennan hér hluta af grafinu og hérna vantar b inn á myndina mína, merki hann var hérna úrstað fyrir aftan. Þá ég er að skoða þennan hluta af myndinni. Hér er fyrra fallið mitt h að t minus a, þessi hérna gaur, er 1 á þessu bili. Þannig er ég með 1. Svo skoðaði ég h að t minus b, þá er ég með 0, þetta setni gaurinn er 0 á þessu bili. Þannig er ég með 1 minus 0. Og það er akkurat 1. Og svo tek ég síðasta hlutan, það er þegar t er stærra eða jafnt á b. Þá séum við erum á bilinu t minus a, þessi hluti núna, er stærra en b, þá fallið er 1 hérna, línan hér, og þegar ég skoða h að t minus b, þá er fallið líka 1 hérna. Og akkurat í punktunum sjáum við það 1 hérna, og akkurat í punktunum hér er það 1, þess vegna er b jaft og hérna, t jaft og b með hér. Og akkurat þessu byrju fá 1 minus 1, þess að fá þetta 0. Og svo þetta passar við myndin okkar. Við getum gert aðeins greina betur, látið koma aðeins betur skýra fram á myndin hérna hvor endapunkturinn er með og akkurat í punktunum A þá erum við með 1, þá erum við hérna þessi punkturinn með, en akkurat í punktunum B þá hefur við gildið 0, þannig lítur svona út. Þetta var bara smá útskýring á okkur við hefum sett púlsinu búin til úr þessum tveimur fellum á mjög raugræna hátt. Þannig að við pröfum núna að taka dæmi þar sem við tökum Laplace-formúluna af hefsætfallinu.
Ok, þá þurfum við að fletta upp í bókinni á setningunni til að Laplace-umformin af hefisætfallinu sinnum eitthvað fall af t-a, sama t-a og hefisætfallið hefur, eitthvað fall af s, tilgreint það hér, og þessi Laplace-umformin gefin með f af s sem í mínus as. Þar sem, þegar við skrifum f af s, þá erum við að meina Laplace-umforminu af f af t. Ok, þannig að ef hér kemur fyrir f af t minus a, þá þurfum við fyrst að finna út hvað f af t, og þar eftir finnum við hvað f af s með við að það f af t og setjum inn í formúlunum okkar. Og þetta best að skoða bara með dæmi. Tökum dæmi. Tökum Laplace-umformina af hefisætfallinu af t minus a. Tökum fyrst þetta sértilfelli. Ok, hér ég með fall á þessu hérna formi, þar sem að f af t minus a hjá mér hérna bara 1. Ok, ef f af t minus a 1, þá erum við með fasta falli sem alltaf 1, þá f af t sjálfsögðu líka 1. Þá getum við fundið f af s, það Laplace-umforminu af 1, og flettum upp í töflunni ef við kunnum hann ekki, og fáum 1 á móti s. Þannig að sjáðu þið, ég komið með f af s í formúlunum minni, smellir því henni, ég get klárað dæmið, 1 á móti s sinnum í mínus as. Og þannig erum við komið með sértilfellið þegar sem við erum bara með hefisætfallið. Það fínt að kunna þennan hérna utan að. Ok, gerum þá eitthvað aðeins meira spennandi. Tökum annað dæmi. Segjum að við séum núna með Laplace-umforminu af t sem hefisætfallið af t minus 2. Ok, þá þetta hérna fallið sem margfaldað við hefisætfallið af t minus 2. Ég vil að þetta sé fall af t minus 2. Þá ger ég ósköp einfalt trikk. Ég segi, ef ég er með t sem hefisætfallið af t minus 2, þá það nú það sama að segja t minus 2 plus 2 sem hefisætfallið af t minus 2. Þannig að ég dróði 2 frá og laði aftur við. Og þegar ég er búin að gera þetta, þá get ég skipta þessu upp í 2 liði. Ég segi, þessi hluti sem hefisætfallið, þess að t minus 2 sem hefisætfallið, plus tvisturinn sem hefisætfallið. Og þegar ég er búin að umskrifa þetta hérna form, þá ég komið hérna að falla t minus 2 fyrir framann, þannig að ég nota setningum hann að beint á fyrir hlutan. Hér bara tvistu fyrir framann við kunnum sáum dæminu undan hvernig maður tekur Laplace-umforminu þegar maður bara með hefisætfallið. Þannig við skrifum þetta upp. Við hefum sagt Laplace-umforminu af t sem hefisætfallið af t minus 2 jafnt og Laplace-umforminu af t minus 2 sem hefisætfallið af t minus 2. Og hér ætla ég að nota mér að Laplace-umforminu línuleg, þannig að ég taka eina lið fyrir lið í þessari summu, plus 2 sem Laplace-umforminu að hefisætfallið af t minus 2. Ok, fyrir hlutin hérna, þá ég að segja, ok, mér f af t minus 2 sem t minus 2. Ef þetta fall af t minus 2, þá f af t bara t. Sæði ég myndi setja t minus 2 hérna en ég myndi að fá t minus 2 út. Ok, þannig að þá þarf ég að finna stóra f af s sem Laplace-umforminu af t og fletti þessum upp í töflunni. Fæ þetta bara 1. Þannig að ég nota mér setninguna og segi ég með allt þetta hér jafnt og býði nú við, ég skrifaði 1 hérna, ég myndi 1 á móti þessi öðru. Þarna ruglaðist ég. Við flettum upp í töflunum og sjáum að Laplace-umforminu t auðvitað
því t í enda er 1 á móti s í n pluss fyrsta hérna, 1 á móti s í öðru, svona þetta standa. Þannig að þá get ég aldrei áfram, þetta. Þá er þetta 1 á móti s í öðru sinnum e í mínus 2s og svo pluss tvisvarsinnum Laplace-form þessu sem við sáum í dæminu undan er 1 á móti s sinnum e í mínus 2s og ég get gert þetta samnefnt, setja upp eitt strik, þá fæ ég 1 pluss 2s deilt með s í öðru sinnum e í mínus 2s. Þetta er svarið. Og við skulum pröfa að hressa þetta ennþá meira við. Tökum eitt dæmi í viðbót. Við erum með Laplace-formúluna af t í öðru pluss 3 sinnum hefisættfallið af t mínus 1. Þetta er fallið af s og þetta er nákvæmlega fallið f af s sinnum e í mínus s af því að við erum með t mínus 1 þá er t í mínus 1 sinni s. Ef að ég get skrifað þetta hér sem f af t mínus 1 þá er þessi hérna stóra f Laplace-formúlan af f af t. Þannig að fyrst að við þurfum að finna er margliða sem þegar ég læta hann að vera að falla t minus 1 gefur t í öðru pluss 3. Þannig að ég fer í þetta verkefni, ég veit að þetta er annars stigs margliða sjálfsögðu, þannig að ég segi ég er með a sem t minus 1 í öðru pluss b sem t minus 1 pluss c og þetta á að vera jafnt og t í öðru pluss 3. Annars stigs margliða það sem í staðinn fyrir að segja ax í öðru pluss bx pluss c þá er ég með a t minus 1 í öðru pluss b t minus 1 pluss c. Ok, ég ætla að finna hvað a, b og c er til að þetta gangi upp. Ég margfalda út úr sögunum, ég fæ a sem t í öðru minus 2t pluss 1 pluss bt minus b pluss c þetta á að vera jafnt á t í öðru pluss 3. Þá sé ég að ég er með hérna að a t í öðru verður að vera jafnt og t í öðru því að eini liðun hérna vinstra megin sem inniheldur t í öðru er a t í öðru þá er ég komið með a er 1. Svo er ég með að mínus 2a sinnum t sleppt t-nu við skrifum þetta hérna pluss bt pluss b á að vera jafnt og jafnmörg t hérna megin og hér er engin t þannig að þetta á að vera 0 og að því að a er 1 þá sé ég að b hlýtur að vera 2 og svo sé ég að þá á ég eftir fastan að a sinnum 1 mínus b pluss c á að vera eftir 3 þannig með mínus a, pluss a mínus b pluss c er eftir 3 eins og sett með c er eftir 3 pluss 2 mínus 1 sem eru 4. Þannig að ég hef að f af t minus 1 ég get skrifað það sem t minus 1 í öðru pluss 2 sinnum t minus 1 pluss 4 og þá er það jafnt og t í öðru pluss 3 og við getum sannrænt þetta með að margfalda upp á svegunum hérna. Ok, þá er ég komið með þetta hérna, hvernig þetta hérna fallir sem fallar t minus 1. Ok, ef f af t minus 1 er þessi hérna margliða þá er f af t er þá t í öðru pluss 2t pluss 4 til að finna og núna getum við sagt við erum með Laplace-formúluna af t í öðru pluss 3 og það sinnum hefisættfallið af t minus 1 þetta verður fall af s það er jafnt og stóra f af s til að skrifa aftur upp það sem við byrjum með stóra f af s sinnum e í mínus s sem stóra f af s er þá Laplace-formúluna þessu falli hérna fyrir ofan t í öðru pluss 2 sinnum Laplace-formúluna t
pluss 4 sinnum Laplace-formúluna af 1. Þannig að þegar ég tek Laplace-formúluna þessum öllum liðum og setja inn í formúluna þá fæ ég, þetta verður 2 á móti s í þriðja pluss 2 á móti s í öðru pluss 4 á móti s sem e í mínus s. Og þetta var nokkur dæmi þar sem maður notar tekur Laplace-formúluna af Heaviside-fallinu.